Mér bráð það sko. Alls sko. Þið heyrið það. Það eru tróðfullir pingjumenn af hamingju og þakklæti. Já, mikið þakklæti. Fyrir ykkur kæru áskrifendur. Við viljum að sjálfsögðu hvet ykkur til að láta orðið berast. Elskum ykkur. Það hefur verið mikil aukning núna í pingjubandalaginu. Já. Upp á síðkasti, sem auðvitað vel og við fögnum því. Við erum eins og hlutabröðin í Amarok. Já. Þetta bara, það er einhver gullvinnsla í gangi. Sko. Já. Já. Fólk að betta á ekki neitt. Já, við skulum vona að þegar þessi þáttur kemur út að sé ekki einhver skandall komin upp þar. Já, þetta á allt eftir að hrynja. Æ, ég veit ekki. Hvað veit maður? Nei, meðan að gullið finnst, þá finnst það. Já. Er ekki það sem sprengjandi segja? Er hljóðið eitthvað skrítið í þér eða? Já, ok. Ég veit ekki. Ég held að það sé fínt bara. Ég kannski pínu hastur. Já. Nei, ég á medium. Já, flott. Heyrðu! Yes sir. Góð þáttur í dag. Skemmtilegur. Já, þetta er mannvinnur. sammála því. Maður finnur það, þetta er mannvinnur. Hver þá? Svavar eða? Nei, fitnessport. Já, Fitnessport er mannvinnur. Já. Hefurðu farið þarna? Nei, ég minnist þess ekki sko. Ég sverða að það er eitthvað skrítið hljóðir. Já, í mér. Ég er með einhverja lumbru í mér. Já, nei. Nei, en þetta er nefnilega ég held að fá betri ráðgjöf þarna heldur en að lappin í banka og fá ráðgjöf. Já. Þú veist, út af því að hann actually þú veist, bara tekum persónulega sögu. Ég farið þarna. Já. Spurt bara, langar eitthvað lean bulk, bara kreatín. Þetta prótein var gott fyrir þig. Já, þetta er góð þjónusta. Já, mjög góð þjónusta. Versus það þegar þú ferð inn í banka og ætlar að fá ráðgjöf. Já, við mælum með sjóðum. Ég er ekki ráðgjafi en... Jú, þú ert ráðgjafi. Já, hann tekur ráðgjafarhlutverkið bara til hins ítrasta. Þannig að ég hef ekkert nema gott fyrirtæki að segja. Það er gott. Ég er samt í sjokki. Já, byrju, hvað nú? Bara ég hef aldrei flett upp reikningum. Já, einmitt. Ég sko... Og því að ég held þetta væri obvious market leader. Já, sko, þú hefur greinilega ekki kafað nú djúpt. Já, ég geri það, eða þú veist, ég veit núna hver er market leader. Já. En ég bara áður en ég byrjaði að skoða þetta, hefði trúað bara fitnessport, bara... Já, þau eru náttúrulega búin að vera á sig 25 ára sögu, eða svo. Já, 98, satt? Já. Búin að vera hérna mjög framalega öll þessi ár einhvern veginn bara svona í umræðunni í þessu. Já, mér finnst það svona langmest áberandi. En kannski eru auglýsingarna þá bara að komast til okkar. Já, ég veit ekki. Kallpungar. Hvort að við séum með 2 eistu. Ekkert meira. Áhugavert. En já, fyrirtæki dagsins, fitnessport og það er spurning, ert þú með eitthvað juice hérna til að byrja með það? Fara bara beint í söguna og svona. Já. Sko, það sem er eiginlega skemmtilegast við... Tjöfursis, eru við ekki með rannsóknarspurningar? Ég er með 3. Já, þú ert sérðum þær, yfirlega. Hvað er framleiðin af þessu dufti? Já. Við þurfum að vita það. Þetta er náttúrulega bara duftsalar. Framleiðin á duftinu? Já, hvað er framleiðin af þessu dufti? Hvað er arðbærasta duftbúllan? Já. Duftbúllan? Ég myndi skýra það ef ég var að byrja í dag. Duftbúllan, hvað það hljómar illa maður. Það hljómar hræðilega. Og 3. svo síðasta. Hvað var Ripped? Er það ekki ennþá eða? Nei, Ripped búið. Aha. Ok, heyrðu, býttu nú við. Sprettan. Þetta var ekki lengi gert. Ég ætla að fara inn á ATFR, sjá hvort þú finnur Ripped. Flettu þessu aðeins. Það er ekki til Ripped í sölu ATFR. Ég held að Ripped sé búið. Er það? Við getum verið að skúpa. Já, hver veit. Þú veist, ég hef allan náttúrulega ekki verið mikið í þessu dufti. Nei, þú ert ekki til dufti. Nei, ég raun bara ekki. Ég held ég hafi bara, tók einhver tíman, ég held ég hafi aldrei samt keypt mér eitthvað svona dunk eða þannig, sko. Nei. Þetta er náttúrulega fullt af öðru. Já, þér. Þetta er náttúrulega fullt af einhverju öðru svo sem, sko, en þetta er ekki bara duft. Þetta er duft í mjög mörgum myndum. Þetta er duft í pillum, þetta er duft í dunkum. Þetta er duft til að blanda út í vatn. Já, svo alls konar, þau eru komið CBD-vörur og fleira og ég veit ekki hvað. Duft í kremformi. Er þetta ekki bara duft? Sko, við verðum nú að gefa manninum sjátt sem er í þessum miðánum, sem ég var á leiðinu með að gleyma. Ég finn það er mjög slæmt þegar maður er að RDT, hvað heitastur fyrirtæki? Já, móðurfélagið. RTD. RTD, já. Já, þannig að við erum að fara að covera ekki það félag sem er móðurfélagið,
heldur ætlum við að koma Jesús, hvar þetta? Hann heitir Ægir, Já, maður verður að hafa seinna namni rétt annars fæðum Ægir Hafsteinsson já, 10% eigandi Já. á móti Svavar Jóhannsinni Mhm. sem svona andlit fyrirtækisins út á við Já, og hefur reglulega komið fram stofnað 1998, ég er ekki með upplýsingar um það hvort að þetta 90-10 splitt samband hafi verið frá upphafi með allavega sko eins langt aftur og ég náði Já, allavega hefur 10 ár þetta- aftur í tíman maður velti fyrir sér svona sko hvort að það verði ekki dálítið pirrandi þegar framleiða stundir Já, það sé erfitt að balansera Já, þú veist, já, ég veit ekki, 90-10 þetta er svona, Já. en við náttúrulega þekkjum auðvitað ekkert þarna þetta viðskiptasamband á BDSM samband svo En maður veit það ekki. Dominatrix Já, og já. hvað heitir hitt? það veit ég Hvað ekki heitir þetta sem þú ert alltaf í? Ekki ég þessu. gæti ekki sagt til það, Nei. ég þekki það ekki Heyrðu, annað ég hef verið í þeirri stöðu þar sem hefur verið að reyna að selja manni umfjallan í svona sérblöð Já, því hjá áttunni var svona, kannski svona sérblað hjá Já. fréttablaðinu já, sem var eitthvað svona fólk á auglýsingamarkaði bjóðu ykkur að kaupa umfjöllun Já. 3-4-500 Það er búið að vera að senda mér núna í gegnum Auratal Aha. að vera að bjóða mér að kaupa auðlýsingar Já, ok og ég ætla að segja, ég hef alltaf sagt nei öllum stöðum sem ég hef verið í við Já. þessu sagt bara nei, þetta er bull, ég ætla Já. ekki að borga fyrir þetta Já. ég ætla að segja núna, ég held sér sniðut Aha, því að maður fyrir á tímarit.is og skrifa Svavar já, eina sem ég finn fyrirtækið fyrir utan auglýsingar í öllu blöðum já, eru viðtölum við hann úr sérblöðunum já, það sem hann er að promóta vöru já, einmitt þannig að ég myndi halda ja, úst, ég er núna snúast að þeirri skoðun að fyrir einstaklinga kaupið þetta er ákveðin svona sögurskoðun þið eru það stimplingur og spjöld söguna Já, sko, en þótt ég hafi sérblöð enga trú á Þú veist, þegar ég er að auglýsingunni tala um sérblöð þá á ég við bara svona kannski eins og skólablöð eða einhver svona útgáfur sem eru þú veist, gefnar ég innan er lokaðs að hóps tala um sko eins og hérna Það er ekki búið að vera að bjóða mér að kaupa auðlýsingu, þú veist, bara morgunblaðinu eða eitthvað þannig, sko það sem ég er að tala um er hérna tökum bara mokkan kannski 5 sinnum ári eða oftar ég held Já, að þetta svona, þau eru með svona ég skil hvað mér Já, þá segja það svona, heyrðu, Mhm. við verðum hérna með bara dóðrand fasteigna Já, Þannig bara, þú ætlar ekki að vera, allir fasteignasalar eru og þú kaupir umfjöllum fyrir þitt Já, ég fyrirtæki. skil Og það er eitthvað svona heilsu dóðrandur sem hefur verið að koma út reglulega Svavar er alltaf í Já, honum hann er að naskur maður Og ég ætla að segja, það er það sem er að hjálpa okkur hérna í umfjöllunni Já, Sko, hraðspólum aðeins 2011, þá finn ég huge ár hjá þeim Og hér er hann loksins Já, þú að fannst tilkynna- aftar en ég bara umfjöllun Já, umfjöllununa, já út af því að það er ekkert mikið svona eitthvað, já við stoppum þetta og við vorum bara að blanda duft einhver staðar og þú veist, það vantar þess að svona frumkvæla sögu Svafa kannski kemur til okkar Já, in the lab að blanda Já, þú veist, hann var bara að bræða hérna misuprótein Einhverjum og húsbíl bara já, bara með eigin svona mjölverksmiðu heima og sér að búa til einhverjum próteinkökur En sko, finn hérna fyrstu frétt sko 2011 var huge ár þá loksins kemur Hydroxycut Hardcore Já, á markaðinn á að Íslandi. man eftir Hydroxycut Já, og ég man þegar Hardcore, þegar þetta var að koma Já, Varstu einhvern tímann á þessu það? nei Æ, ég hef aldrei fengið hjartlátt og truflanir nema þegar maður var að byrja þetta er svo smarti sko. En þetta er ennþá í dag mikil söluvara Já, og aldeilis búið að tyggja það síðan Það tók við smá tíma að fá þetta samþýtt af heilbrigðiseftirlitinu, lyfjaeftirlitinu, matvælastofnun og svo er neytendastof alltaf á Andóni hálsmáli á þessu líka og það er svona, það er ákveðið þeim í kringu þau 2014 þá eru þau farin að reyna fyrir sér í sósónum finna aðra, svona, sérvöru bækling sósó Já, þá var hann að flytja inn 40 mismunandi tegundir af sósum sem henta fyrir LKL mataræðið Já, lágkólvetna Lágkólvetna, Já, vá, ekki, segur maður Ég var einmitt, hvað í ósköpunum var LKL? Lágkólvetna, en hvað er L? Hvað er L í þessu? Lágkólvetna lífstíl eða ekki? Já, getur verið, segur Tókstu þátt í því? Maður reynir, nei, ég hef nú ekki Varst ekki á hákólvetna mataræðið þarna? Jú Er það ekki? Ójú, ég hef náttúrulega tekið svona einhvers konar afbrigð af keto Ég hef gert það áður Hver er munurinn á þessu keto? Já, þú veist, það hlýtur að vera bara svipað Já, ég sagði bara LKL, keto, peto, hvað þetta allt heitir Þetta kemur og fer 2008, átján Þá er slegið á puttana þeim og þarna eru þeir búin að vera að flytja inn Ripped og að mér skilst eru þeir framleiðandi og hugmyndasmiðinir á bakveða Er það? Já, Er þetta ekki erlend vara? Nei, ég hef nefnilega Þetta er framleitt erlendis en fyrir fitnessport því ég fann þetta ekki í sölun eins þar annars stað Okay. Kæra hlustendur, já
það nóg eftir að þessum þætti. En til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.